13. Giljagaur. Hvað heitir næsti jólasveinn? Spurði Katla æst á miðvikudegi eftir skóla. Giljagaur, ansaði Jósi og sýndi henni jólasveinabókina. Giljagaur? Skrítið að heita eitthvað með gaur. Hvað gerir svona gaur? Það stendur hérna að hann feli sig í fjósinu. Fjósinu? Í gamla daga voru kýrnar geymdar í húsi sem var kallað fjós. En hér engar kýr. Hvað getur þetta verið? Jósi las áfram. Giljagaur fleytir froðu ofan á mjólkurfötum. Hér eru sko engar mjólkurfötur heldur. Kannski fer hann bara í ísskápinn og... Nei, nú veit ég, hrópaði Katla. Hann fer pottþétt inn í eldhús og drekkur gosið hans pabba. Pabbi sko gosfíkill, segi mamma. Drekkur 2 lítra af gosi á dag þegar hann ekki á vakt. Er hann svona alkóhólisti? Ha, hvað það? Maður sem drekkur stundum of mikið vín og verður veikur? Nei, pabbi drekkur bara gos. Drekkur hann eldgos? Nei, Jósi, ansaði Katla þolinmóð. Á Íslandi notum við sama orðið yfir gos og gos. Gos í flösku og svo eldgos. Bíddu, ég var að fá hugmynd. Ég veit hvernig við stoppum Giljagaur af. Börnin flýttu sér nú fram í eldhús og hristu duglega allar gosflöskur sem þau komust yfir. Jósi fann upp á því að setja eina flösku í plastpoka og sveifla henni hringi fyrir ofan hausinn á sér. Börnin hættu ekki fyrr en þau heyrðu einhvern opna dyrnar inn í forstofu. Þá flýttu þau sér að fela sig undir sófanum í stofu. Þau héldu niður í sér andanum þegar Giljagaur læddist inn í búr til að drekka gosið. Þegar hann opnaði fyrstu flöskuna, heyrðist hátt hvæs, síðan ægilegt garg og loks röð fótatak þegar Giljagaur ruddist grenjandi í gegnum stofuna og út úr íbúðinni. Við getum þetta, hrópaði Katla þegar þau skriðu undan sófanum. Við erum svo miklu klárari en þessir jólasveinar.